Gleðilegt nýtt ár, bókabóðsbesties. Gleðilegt nýtt ár og nýtt ár af bókabóðinu. Nýtt ár af bókabóðinu. Núna opna bókabóðið orðið 1 árs. Já, það var mikið við, jú. Wow. Cute. Mjög cute. Ef við viljum líka byrja með trompi. Það eru allir, og þar meðal við, búin að bíða eftir þessari bíómynd, sko. Ekkert eðlilega lengi. Síðan við lásum bókina. Já. Ég veit ekki hvernig hún kom út bókina. Nei. Við lásum hún fyrir 2 árum eða eitthvað. Já, við lásum hún fyrir 2 árum. Ég var að hlusta á síðasta áskastþáttinn mig langaði svo bara svona heyra hvað okkur fannst þetta í fyrsta skipti. 15. janúar 2024. Wow. Það er akkurat 2 ár. Einmitt. Já, ok. Wow. Þannig já, þá tókum við hana fyrir hann. Við erum búin að bíða í 2 ár eftir þessar mynd og ég veit að það er svo margir bara sem eru núna bara að speed hlusta lesa þessa bók áður en fara í bíó. Einmitt. Ég hef alltaf verið manneskjan sem er bara svona, er ekki leiðilegt að vera búin að lesa bókina áður og er ekki leiðilegt að vita söguna áður en fyrir bíó. Ég hef alltaf verið svona, með þess að skrítið að fólk er eitthvað, my God, ég verð að lesa nýju Harry Potter. Ég er eitthvað, býttu bara þegar hún kom í bíó. Já, það er ekki eins. Nei. Það verður að lesa það fyrst mér, það er the original. Já, en ég sé það núna, ég var bara svona, ég hef sjaldan verið spennt fyrir bíómynd sem ég vissi plottið af. Svo er maður ógeðslega pirrandi bara, þetta var ekki svona. Já, en það er gaman. Bara, en samtidig svona, hvernig ætlaðu að gera þetta? Veistu, því að eins og við vorum að tala bara svona í bókinni, bækurnar sem náttúrulega leggja á kviðin, við vorum bara hvað bækur eru svona þungar? Maður spenntur að sjá það, skilju. Einmitt. Það er sumt sem var alveg sem að betur bætt í þessu sögu fyrst mér, í myndinni. Já, sumt er svona bara svona gjörsamlega út í hött og bara meika ekki sens við bókina. Þú veist, og en ég hlustaði núna á bókina á Storytel á ensku. Þú hlustaði fyrst á íslensku. Já. Þá hún heitir ennþá Undir yfirborðinu á íslensku. En já, ég hlustaði hana fyrst þannig og nú hlustaði ég hana ensku. Hvernig fannst þér enska? Bara gott, sko. Þú veist, bara líka því að æða þú fóru bíómyndina og okkur þannig. En mér fannst líka mjög gaman að hlusta hana á íslensku því það voru svona, já, það var alveg næs og 2 mismunandi lesarar og það var alveg gott, sko. Já. En já, þetta var líka mjög gott á ensku, bókin. Nice. Í hlustin. Já. Gett. Fljótt hlustað og gaman að, þú veist, ég mitt hlusta svona réttar að fór í bíó. Þetta kláraði hana eftir bíóið, en það var svona alveg gaman. Já, þetta er nefnilega svona hlustanleg bók og lesanleg bók. Maður er svona fljótu með hana. Það er maður líka bara svolítið smá háður, sérstaklega í fyrst skipti. Já, einmitt. Þú veist, þá var maður bara, hvað er að gerast? Því maður vissi alveg bara from the get-go að það væri eitthvað weird shit happening annars, sko. Maður vissi bara ekki hvað var. Einmitt. Maður vissi ekki hvort að þau væri bara svona leika sér að loka inn í eitthvað þernur. Já, einmitt. Eða líka út af því, því að þú veist, líka coverið er svona smá svona öðruvísi, skilju, og líka hvernig íslenska þýðingin er, það sem þernan sér. Mér finnst það ekki passa undir yfirborðinu. Já, það. Já. Það passar ekki plottið, veist mér. Nei. Undir yfirborðinu. Bara ekki neitt. Er ekki til eitthvað sem heitir það sem þernan sér? Það er númer 2. Aha. Housemaid's Secret. Ok. Já. Já. Já, en ok, við fyrir bara yfir þetta er geggjum bók, geðvik bók, geðvik plott. Það er alveg svona smá sturlað að verið í sig að koma út líka á þessu ári. Það er crazy, hún er í október eða eitthvað. Já, það er smá crazy. Það voru að koma út bækurnar á svipum tíma. Já, smá svona, þú veist, svipaður terandi í þessu, sko. En svona svipaplott. Já. Samt ekki, já, alls ekki, þú veist, en klálega, bókin var, sko, að við ætlum lofum ykkur að tala sko, bíómyndina og bókina. Bíómyndina var sturluð. Hvernig fannst þér? Mér finnst það mjög góð. Já, mér finnst það alveg koma þessu vel fram. Skila, það er svo oft sem að bókin er bara, myndin er bara shit, skilur við hliðinu bókinni. Já. En mér finnst það bara, mjög góð og bara allir stóðu svo vel í sínum hlutverkum. Eina sem ég var leiðilegt það var Enzo var bara non-existent nánast. Já, það vantaði bara allt hans plott. Allt plottið hans. Já. Þú veist, það var svo mikið sem vantaði þar, maður var svona, ok, og ef það kemur mynd nr. 2, þú veist, allir þá meikar ekki sens að kynna hann inn, nema að kemur með eitthvað svona backstory dæmi frá honum, skilju. Já. Þetta það stór leikari, þess að vera bara í garðinum og segja 2 orð. Right, já. Og böggaði mig líka svo mikið hvað hann talaði ensku strax. Já, af því það var bara heill partur á plottinu allan í bókinni er að hann búin að ljúga allan tíman. Já, hann kunni ekki ensku, skilju. Þegar hann byrjaði að tala, ég var bara, nei. You're not supposed to know how. Svo böggaði mig bara strax þegar myndin byrjaði
var að það var snjór. Já, ég man að það pirraði strax, já. Ég var bara, hvernig ætlar að tróða Enzo inn í þegar það er snjór, hann garðið ekki maður. Já, það er ógeðslega góð punktur. Það ekki? Jú, en það pirraði mig, bara húsi pirraði mig. Já, húsi var ekki húsi pirraði mig svo ógeðslega mikið. Það var ógeðslega skrítið sett upp. Það var bara ekki sama hús og ég var búin ímynda mér. Nei, ekki heldur. Því ég ímynda mér sko sama hús. En þetta var líka bara skrítasta hús sem ég séð. Þetta var líka bara mjög skrítið hús, já. Mjög skrítið hús. En mér fannst herbergið in the attic fyrir mér var spottan. Ekki mér fannst alltaf bjart. Fyrir mér sá ég svona dökkan við. Ok, reyndar sá dökkan við, það fyrir hvíta panela. Það var aðeins of clean, sko. Já, ok, ég sá reyndar dökkt, ekki hvíta panela í loftinu, en allt annað, bara shape á því, ískápurinn litli, spottan. Já, aðeins of clean. Ég sá það fyrir mér alveg svo ágætlega clean, nefnum bara allt svona brúnt og dimmt, skilur Já, að hún reyndar sammála því. Þegar hún horfir í herbergið og hún bara svona, ok, það er allt betur en bíllinn minn, skilur Þetta var bara geðvitt herbergi. Þetta var kannski bara svona pín cute. Já, gett bjart þarna inni og gett næs. Já. Ég sá fyrir mig gett dimmt. Já, ég reyndar sá dökkan við líka. En annað bara, þú veist, bara, kannski rúmi aðeins minna. Aðeins meira shitty. Og dálítið fallið dínan, sko. Já, hún var svolítið þykk og góð þessi. Já, það er dálítið þunna dínu og lágt rúm, skilur. Já. Svona smá betta. En þú veist, húsið var bara way off. Já, ég skildi ekki hvernig húsið var. Ég man ekki eftir svona mörgum staircases og... Nei, ég man eftir svona sjónvarpsherberginu og eitthvað svona þannig. Já, en það var samt ekkert eitthvað svona. Nei, það var ekki svona. Nei. Þannig að gera þetta rétt. Nótið bara sett. Ekki nota ykkur hús, alveg hús. Nei, þetta var svona... Þetta var ekki rétt á húsi. Húsi er allt öðru í sig. Ég get ekki útskipt fyrir einhvern húsi var í haustum mínum. Þetta hús var bara eins og eitthvað völundarhús. Já, hitt húsið það var meira bara kassala, skilur, bara freka basic. Hitt húsið sem að segja frá í bókinni var meira eins og dúkkuhúsið en að Sísi. Já. Í bíómyndinni. Þetta dúkkuð og svona Sísi var ekkert eins og húsið. Nei, sjálft, skilur, alveg myndahúsið. Já. En dúkkuhúsið var svo bókarhúsið. Já, sammála. Já. Það var enda svona gott svona add-on, þetta dúkkuhús og dæmi. Það var mjög gott, út af því að þetta er svolítið svona sýnd okkur foreshadowið svona smá svona Sísi veit, það er búið að vera eitthvað vandamál. Já, þetta var mjög gott input. Sísi var ekki alveg náðu treg í þessu mynd samt. Nei, hún er svo treg, hún er mikið brat í bókinni, sko. Þannig að, þú veist, kannski var þetta, og þú veist, það vantar líka heila netusmjör atriði, sko. Það var kannski verður þetta smá auðsjónlegt eða eitthvað. Ég veit það ekki. Gæti verið. Eða þú sér það. Kannski er þetta svona ómerkilegt líka. Ég veit það ekki. Já. Af því hann segir að hann sé ekki með hann með. Þá þurfti hún alveg að segja frá því í sinni backstory og svo verður netusmjör. Já. Það er erfitt að tróða þið inn í nínusögu. Já. Netusmjör. Já, reyndar. Heldur það sé svona erfitt að gera það, sko. Já, þú veist, en það var bara svona stórt atriði, þú veist, sem að svona gaf Sísi svo mikinn karakter, þú veist, í bókinni. Já. Þannig að þú veist, það var kannski bara svona það sem að... Það var líka þetta bologna sandwich. Já, svo var það. Abalone. Já. Bologna. Já. Svo var það. Já, Sísi var ekki eins og ég myndi verið. Hún átti að vera svona creepy, svona pingu lítil stelpa. Skilur. Já, hún átti að vera aðeins öðruvísi, sko, sammála því. Það var svona frekar bara eðlileg, svona heilbrigð stelpa, skilur. Já. Sísi var svona creepy fyrir mér, af því að hún talaði hún væri bara svona beint úr hryllingsmynd, skilur. Já, bara svona eitthvað ringstelpan eða eitthvað. Já, ég sá fyrir mér bara svona geðveikt, bara svona frail, bara litla stelpu. Já, ángriðs. Hella creepy. Já, það er alveg rétt, hún var ekki nóg treg í myndinni, sko, eins og hún er í bókinni. Hún var aðeins svo fullorðin, fannst mér. Já. Hún svaraði svona geð fullorðslega, skilur. Já, svona að því hún var líka bara klædd svona eins og frú, þú veist. Og líka kannski það, en alltaf stærsta sem ég finn, sem að bókin gerir bíómyndin gerir öðru sem bókin, er alltaf bara karakterinn, hennar Nínu. Þú veist, það er sko bara talað ekkert eðla oft í bókinu, bara hún sé overweight og eitthvað. Það er eiginlega aðalplottið að hún sé óþung, skilur, á meða við hvernig hún var. Já. Og það er bara ekkert inn í þessu. Nei. Og bara, Amanda er náttúrulega bara alveg skinnilegend, skilur. Já, og bara, já. Og það er líka bakaði með, þú veist, að Nína væri heldur ekki með Bob-klippinguna, skilur. Já. Svo akkur gáðu ekki alla að hafa Amanda með Bob. Hún með allt fullkomið hár. Já. Og þú veist, það var alltaf að tala að, þú veist, hún var ekki nógu sæt fyrir Andrew lengur. Það var svo mikið plottið. Það skilaði sér ekkert í bíómyndinni. Maður sá alveg svona, þau reyndu, þú veist, eitthvað svona make-up hennar var á einum tíma búin svona geðveit eitthvað krösti og svona literally bara geðveit krösti. Já, það er eins og hún átti að reyna það líka, eitthvað, af því að
hún var að reyna að vera ekki fullkomin. Já. En þú veist, þegar hún reyna að gera Amanda Seyfried, skilur, ekki perfect. Það er bara mjög erfitt. Hún er bara mjög perfect. Já. Og svo var með slaying hár. Já, þetta var alveg svona, þú veist, það var kannski svona, en ég veit ekki hvort að það hefði verið, þú veist, við ræddum þetta eitthvað svona, hvort að það hefði verið obvious hvert plottið myndi fara ef við sæjum þetta svona visually, ég veit ekki, þú veist, hvort að það væri einhver önnur leikona sem myndi frekar ná hlutverkinu að vera eitthvað svona meira eitthvað, ég veit ekki hvernig útskýra. Allir bara, já, þau munu halda fram, skilur. Já, kannski, þú veist, er það málið? En hún var svo meira crazy fannst mér í myndinni. Hún var svo sturgluð. Já, hún var ekki svona rosalega crazy í bókinni. Jú, svona alltaf gerðilega crazy hluti, svo túrtapan og eitthvað svona. Já, bara svona, en svona inn á milli bara, skilur. Já, en þú veist, eins og bara með fyrsta daginn hennar þegar hún vaknaði og hún er bara öskrandi, þetta var ekki svona ýkt í bókinni. Nei. Þú veist, það var alveg svona, jú, hún var reið og hún var að henda til hlutum, en þetta var hún bara, og hún var bara, þetta var vond að horfa á þetta. Mér var það svont smá svona, það er svona eiginlega eina sem ég var svona, ok, þetta er smá illa leikið. Það? Já. Ok. Mér finnst allt hitt hjá Möndu bara spot on. Ok. Skilja, þarna væri bara svona, þetta er smá weird. Já. Ok, vá. Já, mér er bara svona, shit, hvað er óþægilegt að horfa á þetta? Já, mér finnst það bara svona, ég var bara svona, mér finnst það vond, þú veist, að hún væri svona psycho, sko. Já. Þú veist, að því maður veit hún er ekki psycho, en ég svona, þegar ég var að horfa á myndina, var ég svona, ertu kannski psycho? Þú veist, ég var bara, ég veit ekki. Þetta var alveg, já, þetta var vond, þetta var svona, þetta atriði, sko. En, þú veist, já, Enzo og Nína, karakternar, þú veist, þetta var svona, já, útlitið á Nínu og Enzo, þú veist, það var svona eitthvað sem vantaði bara. Þú veist, Andrew bara, við vorum ósattar með kastið á leikarunum. Áfalli. Við vorum það. Brandon, hvað sem hann heitir. Já. He fucking slayed it. Bá, hvað hann bara sjokki. Góður. Já. Og þú veist, hann var ekkert flottur í Ends With Us. Nei. En djöfull var hann flottur í þessari. Það var rosa flottur. Já, hann var mjög flottur. Það var rosa flottur, sko. Hann gerði þetta svo fucking vel. Já. Og þetta er svo ógeðslega, veist þessu í Ends With Us, hann er svo ógeðslega mikið nice guy. Þú veist, og það er held ég bara eina bíómyndin sem ég sé hann áður í. Ég hef aldrei séð hann í neinu. En hann er bara að vera bara svona back, bara svona extra í ógeðslega mörgu. En this is his shot, sko. 100% að vera sexiest man alive á árunni. Geti verið á næsta ári. Þú veist, ég held að þurfi alveg svona. Það er lengri tíma. Ég held það. Hvernig aðrir? Þú veist, það er búið að vera alltaf sömu, skilur við. Já, nei, ég meina að Jonathan Bailey var alveg núna. Þannig að þú veist. Eftir Wicked. Eftir Wicked, já, það gæti alveg. Það gæti alveg verið, sko. Það gæti alveg verið. Við erum spáðum því, hann verði allavega tilnefndur. Já, klála. Hann verður tilnefndur. Það hlýtur að vera. Já. En þú veist, hann gerði þetta svo vel að því að síðan þegar hann varð reiður, þá var hann bara hræddur við hann. Já, bara að það var svo mikið næska í Ends With Us. Þessar bókabíómyndir, þær eru ruglaðar. Já, þær eru góðar, sko. Það er mjög góðar. Þetta er bara, já. En hvernig fannst þið Sydney standa sig? Mér fannst svo geggjuð. Já, ég sammála. Það er svo geggjuð. Hún er náttúrulega, þú veist, hún er náttúrulega svona góð í að vera low-key crazy, skilur, svo Euphoria og eitthvað. Já. Þannig að hún bara stóð svo vel í þessu. Mér var svona geggjuð Millie, sko. Þú veist, ég var fyrst alveg svona, Sydney sem Millie. Já, og þeim björst Millie ekki, ég veit ekki alveg, hvernig fannst Millie? Nei, ég held ég var nefnilega, þú veist, að því við erum búin að hlusta 1, 2 og 3. Ég held ég var komið svo langt áfram með Millie í haustum mínum að ég var búin að gleyma fyrstu Millie. Já, ég var búin að gleyma hann svona hot. Já. Ég líka nefnilega, því þú veist bara síðustu bók var hann bara mamma og eitthvað. Já. Skilur, ég var búin að gleyma því. Já. Þannig ég held ég var að bera hana saman við eitthvað svona sem í aðra Millie í haustum mínum. Þegar ég heyri fréttunar hún eigi að vera Millie, Sydney. Þannig ég var svona, En mér finnst það slay, bara geðvægt. Og góð, sko. Mjög góð. Það var ekki að segja að hann hefur verið svo léleg í þessu. Það er bara, þú veist, allir bara heita á allt sem hún gerir, skilur. Já, bara svo love to hate her. Já, það er alltaf margir þannig, sko. En, nefnir var svona frábær í þessu og, ég veit ekki, trúverðug bara. Og the hotel scene. Já, svo sæll. Jesus Christ. Já. Á hvaða prógrami ert þú, Sydney Sweeney? Please láttu okkur vita. Það var rosalegt. Ég var bara
orðlaus, sko. Já, í alvegni. Nei, sko, Bensi fór líka með okkur á þessu mynd. Krakkar mín, ég var bara með langað bara halda mér í augun á þér. Ég hef alveg gert það, já, bara loka augunum, þetta er ekki fyrir þig. Shit, nei, en ég líka veit bara, ég þekki stráka í kringum mig og ég veit bara að þetta atriði er að koma upp, þú veist, ég er bara að tala um þessa mynd, bara í kringum, þú veist, bara eitt strák sem er fjölskyldunum minni og hann bara, já, ég ætla að mynda að fara á hana. Af hverju varst þú bara... Nei, ég var bara svona, why? Erstu búin með bókina? Þú veist, hvað þú að fara á hana? Ég veist, það var eitthvað, gett atriði eitthvað, það var Sydney Sweeney. Og ég eitthvað, okay, what's on your For You page? Þannig ég var ekkert búin að heyra þessu. Nei, því þú hefur með sér eitthvað sem ég var að segja þér þetta síðan. Þú eitthvað, er það atrið sem hún er eitthvað stippusunum? Já, það er eina sem er, skilurðu, í bókinni. Einmitt. Kynlífið í bókinni er ekki neitt. Ég er ekkert útskilt svona. Það er ekkert sínt. Nei, það er bara svo daginn eftir, skilurðu. Já. Þau fara bara í hótelherbergi og svo bara búið. Já, en maður veit að þau... Þau tala bara um það, bara skilurðu. Þetta var meira svona sínt rómantík og chemistry á milli þeirra í myndinni fannst mér. Já, að því maður sá líka svona collage af þeim bara hvað gett knúsast hér, ríða hér, gera þetta hér, eitthvað annað. En þú veist, það var alveg skipað við það í bókinni? Já. Það er eiginlega ekkert og svo líka þau komu heim og eitthvað skilurðu. Það var svona aðeins meira rómans á milli þeirra. Í bíómyndinni? Já, í sammála. Mér fannst, þú veist, ég hlusta hann núna aftur, ég var bara svona, það var ekkert svona mikið tís, skilur, svona smá. Já. En þau var svo mikið eye-fucking allan tíman, skilur, í myndinni, það er svo visual eitthvað. Já, það er svo visual, já. Það var svo mikið build-up. Líka draumurinn. Já, einmitt. Þú veist, ég var bara, þegar kemur draumatrið og þú veist, bara, hún er nýkomin að inn einhvern veginn og þau strax byrja bara að kissast upp í herbygginu. Ég leit á sunnu og ég var bara svo, þetta var ekki, betur. Ég var bara, þetta er draumur. Já, og þú veist eitthvað. Já. Og ég var bara, já. Það getur ekki alveg verið. Nei, að ég var bara, ég var ekki eftir þessu. Það getur ekki strax. Nei, þau eftir að fara á eitthvað söngleika eða hvað sem það er þarna. Ég veit. Shit the hell. Já. En nei, ég veit að það er að koma upp á For You page hjá okkur gaurum, sko. Já. Eitthvað geggja hot atrið, þannig ef gaurinn þinn er allt inn og bara eitthvað svona, eða átt gaur. Housemate. Kom, langar svona, ég strákuðan frá Housemate. Einmitt. Hvernig sagði það við mig? Nei. Jú, hann sagði, strákuðan frá Housemate í kvöld, ég leið, í kvöld? Já. Nei. Ég leið, nei. You little pervert. Já, ég leið, af hverju? Nei, bara til að segja svo góð bók, af hverju eru það að fara? Bara góð bók, það er búið að segja það. Úi. Og ég er hverjir, svo hann nefndi 2 vinningur og Bensi, ég er Bensi búin að sjá hana, Bensi er ekki frá aftur. Bensi er ekki að fara hann að ljúga. Já, hann var bara að bylla í mér og eitthvað, hann stríða mér. Er hann ekki að fara? Hann er ekki að fara, nei. Okay. En hann var svolítið alveg bara að ljúga upp á Geir og Jakob. Ég vil bara með. Ég til að sjá hann aftur, sko. Já, ég er alveg til í það, sko. Já. Take notes. Shit. Ángríns. En setna var rosaleg, hún líka bara með svo fucking hot í prómóinu, þú veist, þegar voru hann að red carpet, hún var í þetta hvíta kjólnum. Já, með korsetið. Jesus fucking Christ. Hún bara verið með þetta korsetið eða allir tíman, sko. Love it. Bara waistwear. Og Amanda líka. Og það er búin að gera geggja prómó líka, bara svona viðtöl og eitthvað þannig, saman. Það er working overtime. Já, og það er bara með gott chemistry og fílaðir. Já, ég líka. Elska Amandu. Hún er alltaf næs. Já. En það var líka... Hún var bara gleimin smá. Hún var bara að vera off the grid. Smá. En það var gaman líka að sjá hana í svona crazy hluturki. Já. Það var alltaf bara drúkja, sæt og blíð og eitthvað svona. Gaman að sjá svona kraftin í henni. Hún talaði ykkur viðtölu, hún alveg tekið svona áður. Já. Og hún fannst það svo skemmtilegt að vera, skiluru, að þið vildi allir bara Karen. Já. Mean Girls. Já. En eins og skemmtilega að taka svona hlutur. Þar sem hún getur verið eitthvað annað, skiluru. Já. Ég fíla að sjá það. Já, ég er svona kraftur í henni, sko. Hún er mjög svo góð leikona. Fárlega góð, sko. Eins og þegar þau voru að henda Nínu út. Já. Og hún slæra hann og segir fuck you, og ég var bara fuck, she's crazy. Já, fuck you, já, það var gott. Og svo var það atrið bara í bílnum þegar hún er bara, og svo bara fyrir að skellir hlæja eins og eitthvað psykopati. En sko, þau voru að tala um í ykkur viðtali eitthvað með þetta slap, og hún átti að geta erfitt með að gera þetta slap, af því að hún bara... Það var svo næs. Já. Og það var bara, við verðum að hafa út af þær í bókinni. Það er ekki fucking bókinni. Ég nefnilega mann aldrei eftir að, nei. Og ég var með að vera að hlusta, og svo var ég bara svona, mist ég af, ég held núna bara því ég var að hlusta, ég mist af því. Já, nei, ég var að tjekka á því, og ég var nýbúin að horfa á þetta vídeo, og ég er á svona kabla. Já. It did not happen, sko. Nei, og það var líka aðeins meira brútal hvernig hún fór út úr húsinu, sko. Nei, það var ekki það brútal. Og hvað er ég ímynda mér? Mér fannst þið svo
mér fannst, ok, nú veit ég hvort ég bara dreymt þetta, mér fannst þess að hlusta bókina núna, var hann ekki, hann dró hana sem mjút. Hún var ekki sjálfvilju að fara. Hún fór bara að pakka þau og eitthvað. Já, ok, vá. Þau voru bara meira að rífast bara 2. Já, það er kannski bara það sem ég var að hlusta. Hún kemur fram bara, we're fucking listening. Já. Do you want help? Já, það er svo savage. Já. Mann var bara svona, oh my god. Líka bara að standa hana, þetta er þín heimili, skilur. Já, þetta var bara svona, ok, shut the fuck up, skilur. Ég man líka þegar... Þetta slapp varlega, hún mátt alveg stá hana. Já, þú maður að halda fram hjá manninum, skilur, já. She knew. Og ég bara sjá það alltaf TikTok, bara I would have just got my roots done and behaved. Það er náttúrulega alltaf svona smá the troubling með þessa kynslu. Að það er alltaf verið rómandæs og svona ofbeldi. Það er mjög troubling og þú veist, það er á alls ekki við. I get the humor, it's funny. Þetta er fyndið, skilur. Það er ekki, eða þú veist, smá mótikilega fyndið. Ekki gleyma samt. Þetta er viðbjóðslegt. You would never do it, skilur. Einmitt. Það er bara að tala um því að hann er svo fucking hot. Já, þú veist. Einmitt. Sko, mér fannst líka með myndina bókin, mér fannst betra, meira brútal þessar punishments, skilur í myndinni. Bókin og kviðin. Já, það er, ok, ég sammála. Það er eina sem hann gerði við hann, eiginlega. Já, en alltaf, þau bættu í þar en dróu úr það sem hún gerði við hann. Já. Þú veist, þannig að, já. Hún, þú veist, þannig að alveg skiljulegt að hún leta svona draga svo tennurnar, skilur því að hann er búin að láta eðilega sem baki magan, sko. Skera í alla magan. Flottu magi. Fucking geggjaði magi. En já, þú veist, það átt að vera bækurnar ofan á kviðnum. Já, það átt að vera marinn bara. Já, bara sjúklega marinn, en því samlega þetta var miklu meira brútal, þú veist, með þetta matastell. Já, miklu meira brútal. Miklu meira brútal, en náttúrulega síðan í bókin er hans punishment meira brútal, að ég man að maður var alveg þegar maður... Til á Nínu þá? Og hann líka. Já, til hans. Já, til hans, já, sem þú veist, að ég man, þú veist, í bæði mann því var leist í fyrst skipti og líka núna bara svona, þá maður var, mér leiði ekki jafn mikið núna, þú veist, í annars skipti því ég las svona, en í fyrst skipti þá var maður svona, ok, Milli, stoppaði samt, maður smá svona stoppaði út af því maður var svo ógæslega hrædd hún myndi fara overboard og sem hún gerir náttúrulega í bókinni, skilur, hún fer overboard og hann drepst hann inni. Nei, hún einhvern veginn sem gerir bara eitthvað smá, þess náttúrulega lætur hann ríðast hennar, skilur. Já, og fleiri, ekki bara eina. Já, en það sem að kemur fram að hann tekur eina og svo í lokin þá kemur bara eitthvað að hann vantaði 3. Já, þess vegna var ég bara hvað hann ekki að taka fleiri. Já, í myndinni. Já. Með myndi bara hann er alveg tannlaus. Já. En hann var náttúrulega með bækurna líka í einhverja 5 tíma eða eitthvað. Það er samt eitt, skilur við myndi þetta hefði verið miklu meira brútal. Já, kannski líka bara því við vorum líka búin að heyra allt með Nínu. Hennar er bara bækur. Já. Og læst inn í hvað einn dag eða eitthvað 3 tímar svo aftur 3 tímar já, 6 tímar, já jú, verði ekki bara svona dagur 1,5, 2 já, og það var náttúrulega pepper spray sem var inni já. Það var meira brútal að vera með ostanýf sem stakk í hálsinn á honum já, þeir vildu bara svona blóðadri já, vildu bara svona blödd sín þess að það kom alveg óvart já, maður var alveg, býtu ok, þetta var svo visual þegar tannatriði var, þegar var að draga sér tönna, ég gata ekki. Jó, ég lúkaði, ég gata ekki. Ég bara gata ekki. Ég bara, neip. Ekki fyrir mig. Nefnilega í bókinni, þá getur hún ekki heldur hort. Nei. En í myndinni þá var hún bara, býtu, ég vil langar að horfa. Já, það var rosalegt. Hún var aðeins svona meira crazy í myndinni. Það er ekki alveg svona, þú veist, meira savage, skilur þú? Já. Hún bara, þú fokkar ekki fokkin í mér, skilur við. Hún er meira svona samúð einhvern veginn í bókinni, finnst mér. Bókinni, já. Já, svona bæði og fannst mér. Mér fannst stundum bara svona, já, mér fannst það fara svona í báðar áttir. En en það var, þú veist, var það ekki í myndinni, við sáum þarna þegar við búið að loka hana inni í herbygginu, þá sáum við hvað hún gerði til þess að fyrir fangilsi. Já, þetta er bara samast það í bókinni, já. Því það var svo mikil eftirvæntingu sem við náttúrulega vissum það þegar við horfum á myndina núna en þegar maður tók bókinni fyrst skipti það var svo mikil eftirvænting að vita hvað í andskapnum gerðun en já, þetta var þá svipum stað Nei, við sáum það ekki þegar hann læst sinni Jú, annarkvort er það, ég man ekki ég reyna að muni myndinni ég man ekki heldur, einhver starf var það en það var alveg í svona lokin líka en náttúrulega við vissum það allan tíman en líka þegar hún alltaf kemur hana hún Nína í lokin
og opnar fyrir Andrew því hann lifandi. Það gerði þetta aðeins meira spennandi, to be honest. Já, to be honest, en ég var samt alveg bara svona, oh my god, ég var svo pirri, ég bara hættu, hvað það gera? Já, þetta var svona þannig moment, það var svona fokk, skilur, og hann kemur hann út, skilur, hendur niður stigan. Já. Og svo taka þetta rosalega monolog, þar sem hann reyna að manipulata hana, skilur, í að vera með sér. Og svo bara hrindir Millie niður stigan. Maður trúði því samt ekki. Eftir all that's been done. Það var kannski svona ótrúverðugt í bíómyndinni fannst mér. Ég var svona... Að myndi. Já. En það sem sýnir bara hversu crazy hann er. Já. Að hann haldi allt þetta ofbeldi og það bara getur alltaf í lagi, skilur. Já. Að hann búinn að gera það basically við hana. Já, true. Nú kemur Millie og svo bara ítur hann niður og var svona meira brutal death, heldur hann dópar á uppþorni, skilur, eftir viku að niffi. Já, það var bara... Já. Dead. Já. Það er meira svo satisfying, svona, þú veist, hero death, skilur, í staðan fyrir að byrju, er hann dáinn, skilur. Já. Það var svo skrítið líka. Hvernig þetta er í bókinni, skilur. Já. Ég er búin að gleyma hvað þetta var svo anti-climatic, skilur. Já, þetta var bara svona, hann bara drapst. Já, bara dóðinni. En það lítur hann líka bara blætt út, skilur, því ég sver að hún mandaði fleiri tennur en eina. Hann mandaði 4 í bókinni. En nei, hann var dehydration. Já, ok, var það the cause of death. Já. En svo var það, þú veist, svo líka náttúrulega bara það var alveg sleppt alveg smá söguþræð af mömmans. Já. Svona smá, þú veist, ég veit hún kom náttúrulega alveg fyrir í myndinni, en þú veist, það var samt svona, hún var með aðeins meira plott í bókinni. Það er ekki plott, hún var bara aðeins meira, þú veist, það fór SMS-in þeirra á milli, voru aðeins meiri. Þannig að þú veist, þá kom alveg gett mikið í ljós. Fyrsta heimsóknin í bókinni var líka meiri, hún var svona meira svona nasty eitthvað neginn. Þannig að komir, þú veist, já, það var svona, hún var bara pínlítið hlutverki í bíómyndinni. Já, og samt að örgulega ond mér en ennþá, sko. Mér en ennþá, alveg 100%, hún sagði fleiri orð. Já. Þegar komið matarstelli og var að tala við þarna, já, 100% sagði fleiri orð, sko. Ég bara skil ekki ennþá dæmið, það alveg bakaði mig, sko. Hann er bara búin að soja á Nínu og eitthvað í bókinni. Já, og hvað er það? Þú veist, því að það var hann sem semferði hana í bókinni að fara aftur. Ég veit, ekki Sisi. Sisi var það í myndinni, já, hún var bara svona eitthvað, að ég var alltaf að bíða eftir að þau eitt þetta moment, þú veist, og líka þegar hún fer tilbaka til að opna fyrir Andrew, þú veist, fyrir Millie að hún heldur, í bókinni þá er bara, þú veist, Enzo með Sisi á meðan og eitthvað. Já, passa hafa. Já, þá vantar allt það, skilur. Hún er alveg, þú veist, alveg skotnínum að bíða að fara með sér, eitthvað, skilur, run away, og svo bara endar hann með Millie, eða þú veist. Já. Spoiler alert, já. Spoiler alert fyrir næstu bók, en já. En þú veist, ef þú fór að lesa þessa bók, þá veistu að það er eitthvað meira milli þeirra. Já, true, algjörða, 100%. Hún reyna að sofa hjá honum og eitthvað skilur. Já. Hann bara nei. En mér finnst hérna Nína vera svo miklu meiri gömul frú. Í bókinni? Já. Hún er það. En svo á hún bara vera eitthvað 38 ára, skilur. Já. Hún er ómikið frú í bókinni. Já. Já, hún er svona uptight eitthvað neins svona, já, í samlæður. Já, svona algjör frú. En mér veist þessi Nína að vera svona meira svona make a sense með aldrin hennar, skilur. Já, meira spottan með það kannski, já. Já, og make a sense að Andrew bara eitthvað, sem er lýst í bókinu bara eitthvað mega hot, skilur. Hann væri með bara eitthvað frú. Nei, nákvæmlega. Nei, ég veit ekki. Nei, nákvæmlega. Bara svona eitthvað eldri frú, því að þú veist, eins og maður hlustar á bókina, þá finnst það að vera svona 46-48 ára, skilur í bókinni. Já, hún. Já, í samlæður. Varstu ekki að lesa hana núna sem er með myndin af þeim? Jú. Já. Þetta er ekki saman bókum bara. Jú, ég var að pæla hvort þau varum sömu listi, já. Ég man alveg eftir The Brooklyn hreifnum, sko. Ok, já, einmitt. Ég man bara að hún fór svo eitt höfðar á mér. Já. Þegar Millie var einhvern veginn svona ekki eins hot fyrir mér út af lesendarum, skilur. Já, alveg rétt, já. Já, ég var að muna núna að ég hef heyrt þessa rödd áður í náttúrulega 2 og 3. Já. Algjörlega, já. Þannig ég tók fyrstu 2 á íslensku. Líka númer 2. Já, við minnum það, sko. Og þá var það, þú veist, bara Íris Tanja leikona eða eitthvað svona. Þú veist, þá er allt öðru þessi. Og hún var ekki með svo Brooklyn hreim. Nei, það er nefnilega að gera hana svona aðeins svona ekki eins bara ekki saman reymur að setja svínið með, skilur. Nei, nákvæmlega. Ég var gæst mikið að bíða eftir að væri svona þannig reymur, svona New York vibes. Ég fílaði bara hún var ekki með neitt í myndinni. Þú veist, sammála. Kannum við það þarf ekki. Þú veist, við þurfum ekki að vita hvað hún er, þú veist, það getur bara engum máli. Nei. Ok, við spurðum hérna, hefur þú lesið að hlusta á The Housemaid?
48% já og 52% ekki ennþá. Ok, ekki ennþá nefnilega. Ég heyrði nefnilega þegar við fórum í bíó, ógeðslega fyndið, ég heyrði eitthvað svona, var tvær stelpur og gaur labba og í hlénu og hann var eitthvað svona, þetta er rosalega mynd og þá var þær eitthvað, já, er það ekki? Skilur núna okkur við okkur við bara hlustuðum á hann bara í gær. Það fór að klára hann Það þurftu bara að taka þetta fyrir bíómyndina. Ég skil það svo vel, ég kann svo mikið með þetta að fólk sem nú bara, ok, hlusta, þá er að sjá. Já, það er bara svo gaman. Þá getum við svona, getur borðið saman og eitthvað, já. En já, svo spurðu þið hérna, ef já, ætlaru eða ertu búin að sjá myndina? 28% búin og 72% sem ætla að horfa hana. Ég sagði, já, er allir það er mjög margir að vóta líka. Og svo bara hérna thoughts myndina með þau bókina. Fannst, já, einmitt. Svona the comparisons. Til að heyra ykkar skoðanir. Mjög twisted plot í myndinni. Já, það er svona smá svipið plot. Sama plot. Myndin var góð en bókin er betri. Já, hún alltaf er meira með details. Með details, já. Og mér varst líka eitt sem komið svona óvart var að það var svona bókalegt með að það var svona innra monolog. Já, ég sammálaður. Já, svona já, ég sammálaður. Já, það var greinilega ekki nóg að sleppa því. Þú veist, þá kannski náðum maður ekki sögutræðinum. Já, það er að tala þegar Nína er að segja sína Já, og líka Milli í byrjun, já. Ég sammálaður. Mér finnst það skemmtilegt. Já, ég fíla það alveg. Ég er svo til í það. Það þarf vel að útskýra og það er svo mikið sem það þarf að útskýra ykkur backstories. Ok, allt eins og ég sá það fyrir mér. Ok, cute. Leiðilegt hvað Enzo var með lítið hlutverk en dauði Andrew betri make a sense. Já. Sammála. Ég sammála þessu. Ég sammála öllu sem þú sagðir. Já. Sturlu mynd, svo crazy plot twists. Allt á góða mynd. Hélt að Nína veri miklu öðruvísi í útlitinu. Hún á að vera það. Örugglega besta bók og mynd sem ég séð og lesi. Ég er bara smá sammála. Þetta situr alveg fast í mér, sko. Þessi bók er náttúrulega geggjuð og ég held þessi besta svona, ok, fyrir utan Harry Potter ákvæðani, á þessum romantic bókum sem við komum út. Svona besta bók og með við mynd líka. Bæði gott. Bæði ógeðslega gott. Fannst endurinn Loki betri í myndin heldur en bókinni. Ég sammála. Já, ég sammála. Bókin er aðeins betri en myndin var geggjuð. Já, bókin er alltaf. Er bókin ekki alltaf aðeins betri? Við erum alltaf frá að fá meiri details. Já, meiri details. En ég hef væri til að lesa þessa bók með þessum endi. Já, það verður gaman. Það er spennandi. Ég myndi að vera bara hlusta á tónum, bara endur og hlaupa niður stigan, skilur. Ok, ég hefði sitið svona í sófanum bara. Ég var að deyja, já. Fannst þú ná bókinni merkilega vel, mæli mikið með. Sammála. Vissi ekki að það var bók en den myndin var spennandi. Ég nefnilega sá einhverja stelpu hjá mér á Instagram sem sá í story hjá henni að hún fór á bókina, hún bara sett story fór á myndina og fór á þessa mynd, var ekki búin að lesa bókina, þetta var crazy og ég bara, oh my god, að fara á þessa bíómynd, vita þetta ekki plottið, ég get ekki ímynda mér upplöfunina. Einmitt. Þú veist, eins og fyrir Bensa, því hann mætti bara, ok, fyrir okkur gælumynd, skilur, og við bara, what the fuck? Já, hann var í sjokki. Hún var svo mjög góð mynd. Já, nákvæmlega. Svo mikið plot twist. Ég held að fólk sem er að segja rosalegt plot twist er ekki búin að lesa bókina. Ég er nefnilega held það líka. Finnst þessi mynd gera bókinni betri skil en This Ends With Us við bókinni? Já, sammála. Svo góð, langar að sjá myndina en bókin er svo góð. Hvernig eiginmaður deyr, spurningar, allt annað. Bókin er betri myndin en samt mjög góð. Mæli allavega 100% með að lesa bókina fyrst. Myndin er alveg frekar akkurat en sumt var ekki klárað. Já. Ánægð með þetta cast, sérstaklega Andrew. Já, bara hann er besta. Þarna áttu við sjokk, skilur. Við vorum brjálaðir yfir þessu. Við vorum ekki ánægð með þetta, en I'm so fine with it. Já. I loved it. Það er leiðilegt að hann verður ekki in the sequel. Já. Ok, ekkert eðlilega góð. Myndin var bara fín, bókin of course mikið betri en heppnaðist vel sérstaklega með að við It's Ends With Us, fólk sem ekki að bera þetta saman. Ég veit það, bara mjög nýbúin að fá Colleen Hoover bók, bíómynda úr bók og þú veist, við erum að fá aðra Colleen Hoover á þessu ári. Það verður alveg smá pressa á Verity að vera góð og með þessi var góð. Vá, það er svo mikil pressa. Já. Það er svo mikil pressa, sko. Af því að þetta er náttúrulega Frida. Og ég elska að sé the blonde crew and the brown, þú veist,
þú veist, brunette. Já. Bara, þú veist, að þær eru bara... En svo heyrði ég að vera ljósar, sko. Já, en hún er fucking dökkar. Ég þola ekki. Já. Baka mér svo mikið, ég sá svo mikið fyrir mér Rosamund Pike. En, já, við erum ekki það. Nei, ég veit það. En, eins sem langar að tala líka Frida McFadden. Já. Hún er bara eitthvað heilaskurlæknir eða eitthvað. Eða heilalæknir. Já. Ekki skurlæknir, en vissilega bara læknir. Hún er bara heilalæknir. Já, heilalæknir. Og þetta er bara hennar sidekick. Já. Bara I love your sidekick, sko. En það ekki líka þannig Frídu að hún kemur aldrei, hún er undir anonum, þú veist, hún heitir ekki Frída. Nei, hún heitir ekki Frída, hún heitir eitthvað Fridur eitthvað. Já. En það er sko... En gellan sem er að mæta á... Fólk er ekki vist hvort það sé hún í alvörinni. Hún er með hárkollu og glerugu. Og svo er hann í viðtölum og segir bara, já, svo þekkti ykkur, bara, hvað segir maður, sjúklingur mig daginn og bara fattaði hverju væri. Ég held að þú sé bara með ljóst hárið eitthvað, dökkt hárið í alvörinni og með þetta svona Anna Ventura, svona bob, rautt, skilurðu. Já. En svo er fólk bara, kannski er þetta bara líka leikkona sem er að leika hana í þessu viðtölum. En hún svona vissulega er á setti, hún er direktor á myndinu og eitthvað. Það getur ekki verið leikkona. Það? Já. Það er huge. Já. Love that. Það eina þeim, skilurðu, hún er ekki kannski aðal, en hún er með. Þannig að hún er með í þessum breytingum sem hefur verið að gera. Fældi ekki að erfitt að vera rithöfundur og er ekki búin að kaupa myndina hérna. Nei, bókina hérna. Svo bara, já, okkur fannst þetta ekki nógu gott. Já, svolítið rétt. Svo bara, fuck það er. Já, svolítið rétt. Svo bara, fuck, ég hefði þetta fatt af þessu. Já. Eða bara svona, ég ætlum að kasta Amanda í þetta. Nei, she's too pretty. Já, svo bara, jú, ætlum að halda í frekar þannig. Þetta fá eitthvað svona stórstjörnu bara, ég var bara, já, let's go. En já, eina sem truflaði með svona mest var Enzo. Því hann var svona, svo mikill karakter og að það átti að vera fucking júni, sko. Hásumar. Já. Hann var bara eitthvað skipt ljósaperu. Ég veist, hann hefði ekkert að gera það. Nei, ég veit það. Það var það skrítið. Make enga sens, nei. En það sem pirrar mig mest er bara hvað Nína var, þú veist, hvað var stór partur í bókinni, hvað var, þú veist, X, Y, and Z og hvað það var ekki, skilur. Ég held að það líka sé svo svona, má ekki alveg gera það, skilur. Svo er það kannski það. Ég held að það sé málið. Kannski rítvöndum mig að það má ekki gera bíómynd. Já, það er aðeins minna svona cancel culture. Jú, reyndar búið helvitis mikið cancel culture í bókum. En það er einhvern veginn... Aðalega samt út af bíómyndum. Já, reyndar. Já, en það er samt líka ofta svona rithöfundu og eitthvað. Þess að Pauline líka var eitthvað fyrir. Það var eitthvað, já. Ég var búin að gleyma því, já. Og þú veist, eins og J.K. Rowling, bara endalaust, skilur. Já, satt. En já, þú veist, ég held að það sé bara erfitt líka að finna þá leikonu sem er bara svona, þetta er aðal pointi, skilur. Já, og þú veist bara ómyndaleg. Já, og þú veist bara Andrew segir henni bara eitthvað, þú verður ekki komist í þetta í 5 ár, eitthvað, þú veist. Og hvernig hann hugsa bara eitthvað, horfa hana bara, ég veit ekki, það bara er kannski bara svona aðeins yfir eitthvað strik, skilur, veit ekki. Það getur verið. En samt drepum mannin, eða þú veist. Já, einmitt nákvæmlega. Ég veit ekki hvað Nei, ég veit ekki heldur, en það var svona, þú veist, það sem var svona kannski... En kannski myndi það bara, því að þú veist, markhópurinn eru konur, kannski myndi það trufla bara svona konur sem ekki lesa bókina og þú veist, vita... Já, það getur vel verið. Það getur truflað kannski svona meira svona, þetta var ekki góð mynd. Já. Af því að vera emblinn svo mikið þetta. Og kannski svo obvious eins og þetta. Já, og svo kannski líka það er alveg óþarfi. Það þurfti ekki. Nei. Það þurfti ekki og kannski myndi ekki heldur þurfi bókina. Eða þú veist. Nei, ég segi það. Það er kannski bara óþarfi. Það þurfti ekki, sko, já, satt. En, 10 af 10. Ég er bara verið að segja það. Þetta var sleið. Þetta var geðvikt. Mér langar að fara aftur á bíómyndina með eitthvað sem aldrei lesi bókina, bara þess að horfa á þau, sjá þetta. The reactions. Þetta er svona svo Saltburn. Það er svona, horfa þetta með mér, af því að mér langar að horfa því horfa þetta. Þetta er svona þannig. Já. Þú veist bara ekki að horfa á Saltburn, ég ætla að horfa hana með þér og ætla að horfa á þig. Svo ég var, what the fuck? Svo hvað gerast. Þetta var svona þannig moment, sko. En þetta var geggjað. Herru, þá næst. Ætlum við að taka... Sko, okkur langst að taka hockey, en Wuthering Heights er næst. Hún er kom út í bíó. Hún er í febrúar, já. Já. Hvað ætla að gera? Ef ekki bara, þú veist, taka auka. Taka hockey núna? Já. Og svo tökum hérna, skilur við, í febrúar. Wuthering Heights. Já. En þetta var easy fyrir okkur. Við erum búin á þessu bók fyrir lengu. Tökum hockey núna. Það hef ekki, tekum við engastund. Tökum smá auka. Tökum smá auka. Ég er svo til það. Þannig ætlum við að taka hockey núna og byrja svo að horfa á þættina. Þannig að næsti bókabársþáttur verður þá líka bók pluss þættir. Já. Til í það. Alrighty. Love you guys.